Fyrsti fyrirlesarinn Sandra Brá Jóhannsdóttir frá Visit Klaustur. Hún mun fjalla verkefni sem ber heitið Natural Treasure sem afur samstarfsklasans Visit Klaustur og vöruhönnunarteymisins hjá HAF Studio. Hún Sandra starfar sem verkefnastjóri ferðaþjónustu klasa í Skaftárhreppi sem var formlega stofnaður árið 2009 og helsta markmið þessa klasa markaðssetning og vöruþróun ferðaþjónustu í Skaftárhreppi. Gjörðu svo vel, Sandra Brá. Takk fyrir, Arnur. Fundarstjóri og aðrir fundargestir. Það alveg frábært að sjá hvaða eru margir hérna í dag og mikill áhugi á þessu upplifunarmálefni sem gott og mig langar líka að byrja á því að þakka fyrir að bara fá að vera með ykkur hérna og kynna þetta verkefni. Okkur finnst það viðurkenning á því sem við höfum verið að vinna síðasta árið að fá að vera hérna með ykkur í dag. Eins og titill erindi sem gefur til kynna, heyrið alveg í mér, þó ég tala ekki þennan, að þá snýrist þetta verkefni það að skapa minningar sem við erum jú alltaf að reyna að gera fyrir okkar ferðamenn, einstakar minningar sem þau geta tekið með sér heim og sagt frá. En mig langar að byrja á að segja ykkur bara örstutt frá því hvað Visit Klaustur er. Visit Klaustur hagsmunafélag atvinnulífs í Skaftárhreppi og þetta klasi 30 fyrirtækja og stofnana sem leggur áherslu á vöruþróun og markaðssetningunum fyrir ferðaþjónustu á svæðinu utan háannar. Við skilgreinum okkur sem miðju Suðurlands, eins og við sjáum í vörumerkinu Center of the South, því að samkvæmt kjördæmaskiptingunni að þá Suðurland nærð alveg frá Höfn í Hornafirði og til Hveragerðis, þannig að við lendum þarna akkurat í miðjunni. Við erum hluti af Kötlu jarðvangi, eitt af 3 sveitarfélögum og það litar okkar starfsemi mjög mikið og eins stór hluti hálendisins innan Vatnajökulsþjóðgarðs og við eigum mjög gott samstarf við þessar 2 stofnanir. Ástæðan fyrir því að við fórum af stað í akkurat þetta verkefni var að við vitum að langflestir ferðamenn eru komnir náttúrulega til Íslands til þess að skoða náttúruna og Ísland náttúrulega ein stór náttúruperla og það ákveðnir seglar sem að fólk sérstaklega komið til landsins til þess að sjá og kannski ekkert endilega auðvelt að keppa að búa til einhverja nýja segla. Þannig að við ákváðum að fara þá leið að reyna að fara að útbúa frekar einhverja náttúrutengda upplifun sem að gæti þá staðið upp úr og verið öðruvísi heldur en það sem verið að gera alls staðar annars staðar og væri þá kannski auðveldara að ná til fólks með. Og svo erum við náttúrulega með Mosánarhraunið sem algjört sérkenni fyrir okkar svæði og okkur langaði að vinna svolítið meira með það. Utan háanna að koma talsvert mikið af skólahópum inn á svæðið. Þeir eru hins vegar ekkert æðislega vinsælir, eins og maður segja, þeir skilja lítið eftir sig, en þeir eru að koma utan háannar og það mikilvægt og okkur langaði kannski að finna líka leið til þess að útbúa einhverja vöru til þess að fá aðeins meira út úr þessum hópi. Og þetta líka, það má ekki gleyma því að þetta geta líka verið mikilvægir framtíðarferðamenn, því að þetta fólk að koma aftur, þetta fólk sem kom kannski fyrir 10-15 árum síðan, að koma aftur í dag, jafnvel með fjölskyldur og þannig að það mikilvægt að huga að þessum hópi. Við höfum ekki bara að láta sem hann skipti ekki máli að því að hann gefur ekki nóg mikinn pening. Þetta einn af markhópum Kötlu jarðvangs og jarðvangurinn hefur bæði verið að útbúa fræðslu og kennsluefni fyrir skólahópa sem aðgengilegt á netinu. Og við unnum þetta verkefni í samstarfi við jarðvanginn og þau voru á sínum tíma að fara af stað með verkefni sem snerist að útbúa minjagripi úr jarðvanginum. En svona í stuttu máli sagt að þá
varð IPA-styrkurinn svo þess valdandi að það varð að hætta við það verkefni. En við ákváðum bara að halda ótrauð áfram með okkar hluta og í góðu samstarfi við Kötlu Jarðvang áfram. Og þetta voru svona þessir kannski helstu áhrifaþættir sem að kannski ýtt okkur af stað. Og með þetta í farteskinu fórum við af stað og googluðum eins og maður byrjar yfirleitt að gera þegar maður er að fara af stað með eitthvað verkefni. Og eftir að hafa googlað í smá stund, tók ekki mjög langan tíma, að þá rákumst við á þetta verkefni sem heitir Growing Jewelry. Og þetta er sem sagt það sem að kveikti strax í okkur með þetta var að þarna var aðili sem kunni að vinna með mosann sem okkur þótti ofsalega eftirsóknarvert því okkur langaði svo að vinna eitthvað með hann. Og okkur fannst þetta bæði svolítið fyndið og skemmtilegt og svo skemmti ekki fyrir að þetta var íslenskur hönnuður sem hafði gert þetta sem hafði líka lært upplifunarhönnun og unnið mikið með upplifunarhönnun. Svo við fengum eiginlega bara bingo. Og svo gerir maður eins og að því að Ísland er svo frábært að þá bara tekur maður upp símann og hringir í hönnuðinn og þetta var sem sagt hönnuðurinn Hafsteinn Júlíusson og Karítas Sveinsdóttir og saman mynda þau teymið að baki Haf Studio. Og hann tók svona rosalega vel í þetta að fara af stað í eitthvað verkefni með okkur og saman sóttum við styrk úr Þróunarsjóð Landsbankann og atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins Ísland allt árið og fengum sem að við erum náttúrulega afskaplega þakklát fyrir og gerði okkur kleift að fara með þetta verkefni þangað sem okkur langaði. Og verkefni snerist sem sagt það að tengja saman náttúrutengda upplifun, minjagrip úr héraði og svo fjársjóðsleit með Turf Hunt appinu. Sem sagt að tengja þetta við þá þessa tölvutækni líka. Og markhópurinn voru breskir og norrænir mennta- og háskólahópar og við vissum að það var að koma í apríl á þessu ári hópur frá Bretlandi á vegum Jarðvangsins og við ákváðum að nýta þann hóp til þess að gera fyrstu pröfu á fjársjóðsleitinni. Því að það er yfirleitt svona tæknilega atriði sem að kannski geta mest flækst fyrir manni. Og í framhaldinu var svo bara haldinn fyrsti hugafljótsfundurinn og þar var bara auðvitað allt leyfilegt og þetta er svona dæmi það sem bara var kastað fram svona af mörgum, þetta er bara smá dæmi og þessi dæmi tóku þau með sér, Hafsteinn og Karítas og út úr þessu unnu þau eða teiknuðu þau upp sem sagt ferlið eða sem sagt feril verkefnisins eins og við sáum að hann gæti sem sagt gengið upp. Og ferillinn var þá sem sagt svona. Þú kemur sem sagt á Kirkjubæjarklaustur sem er byrjunarstaðurinn, ferð og kaupir þér tómt ílát sem að inniheldur kort til að leita fjársjóðan uppi. Ferðamaður fær allt til að fullkomna sín minjagrip og sína upplifun og ílátinu fylgir innsigli sem að hægt er að þá loka ílátinu með. Svo fer hann af stað í gönguferð og finnur einhvers konar náttúruskúlptúr eða sjálfsafgreiðsluhillu og í þessari hillu gæti verið einhver falleg náttúrusýni. Ferðamaðurinn svo velur sér það sem hann langar í sitt ílát, lokar því, innsiglar og skrásetur sem sagt hvað hann sett í ílátið og hvar. Og þetta eru svona fyrstu hugmyndir að þessum náttúruskúlptúr og ílátinu. Og svo í framhaldinu þá þurftum við
náttúrulega að fara að finna hvers konar náttúruskúlptúr okkur langaði að gera. Og það innblásturinn, og það var mikið í þessari vinnu talað nammibar. Að þetta virkaði svolítið eins og bara náttúrulegur nammibar. Og innblásturinn að þessum náttúruskúlptúr kom meðal annars úr þessum bæði gömlum og nýjum hefðum, bæði vöruhillurnar í búðunum og íslensku torfkofarnir, og svolítið hvernig erlendir ferðamenn tengja svolítið þessar torfkofar sem eru úti í náttúrunni við svona dulúð, álfa og huldufólk. Og svo rekaviðinn, hann kom mjög svona sterkt inn í umræðuna líka, að reyna að nota rekaviðinn sem efnivið. Og svo í framhaldinu fengum við þá nokkrar tillögur, ég ætla að sýna ykkur þrjár af þeim, bara fara með ykkur alveg í gegnum ferlið. Og fyrsta hugmyndin var tengd torfkofum, og svo þessi hérna líka, og svo hérna dæmi tillögu af svona nammibar. Nú, við ákváðum að fara þessa leið, nema að velja torfbæ með 3 bustum, sem yrði þá með 6 skúfum, til að hafa þetta líka ekki of flókið, ekki of mörg náttúrsýni. Nú, svo þurftum við að velja staðsetninguna. Það var ekki alveg sama hvar þetta væri sett niður, og það sem við höfðum í huga varðandi staðsetninguna var að þetta mátti ekki vera of langt úr leið, af því það má ekki voru of flókið að hugsa það og fylla á það og allt slíkt. En samt sem áður mátti ekki vera sjáanlegt, því að þetta auðvitað fjársjóðsleit, þannig að þú þarft að finna húsið. Og okkur fannst mikilvægt að það væri bílastæði í næsta nágrenni, þannig að það væri sem aðgengilegast fyrir sem flesta. Og í stuttu máli sagt að þá var þetta staðsetningin sem var fyrir valinu. Segir ykkur ekkert rosalega mikið. En þetta og nú ætla ég að segja ykkur leyndamál. Ég ætla að segja ykkur hvar þetta er. Þetta er við Hæðagarðsvatn sem er rétt hjá Kirkjubæjarklaustri. Og svona lítur þetta út í dag. Og þetta er torfbær sem er smíðaður eftir teikningu Hafsteins og Karitasar. Og hann er smíðaður af honum Skúla Jónsssyni sem er afskaplega mikill hagleikssmiður í okkar sveit og hleðslumeistari að mínu mati, og nú myndi hann örugglega alveg fuss og sveigja, hann finnst ég vera að gera allt og mikið úr sínum hlut, hann er svo hógvær, en ég er alls ekki að því, og hann gerði þetta rosalega vel og við erum mjög þakklát fyrir hans vinnu. Og þetta er tekið daginn sem að við kláruðum að setja húsið upp, og þið sjáum mér að glitta í hjólbururnar þarna í horninu á myndinni. Já, hér. Nú, fjársjóðsleitina settum við upp í appi sem er til í samstarfi við fyrirtæki sem heitir Locatify. Og Locatify hefur sérhæft sig í ratleikjum og svona gagnvirkum snjallleiðsögnum fyrir snjalltæki og gera það mjög vel, og við höfum átt í góðu samstarfi við þau í fleiri verkefnum, mjög skemmtilegt það sem þau hafa fram að færa. Og þetta fannst okkur líka mjög skemmtileg, gefa verkefninu svona aðra mjög skemmtilega vídd, að geta fært þetta inn í þessa tækni. Nú, eins og ég sagði áðan, þá kom hópur frá Bretlandi í apríl sem við fengum til að prófa fjársjóðsleitina, og það sem við lærðum af því var að fólk hefur rosalega litla athyglisspönn og litla þolinmæði. Þannig að þannig að við ákváðum bara að passa vel upp á það að þetta voru ekki margar spurningar sem sagt,
ekki margir punktar sem þurfti að fara á til þess að komast á loka staðinn, en samt sem áður færðu smá svona upplýsingar svæðið á leiðinni. Og líka það sem við lærðum á þessu var að ferðamenn eru ekki mjög opnir fyrir því að nota 3G eða 4G, vegna þess að það bara dýrt eins og við vitum sjálf þegar við erum að ferðast, þannig að maður gerir það ekki og opnar helst ekki fyrir það. Þannig að til þess að geta nota þetta þurfa þeir þá að vera búnir að hlaða þeir niður í gegnum Wi-Fi einhvers staðar eða áður en þeir koma. Og maður veit bara að það kannski ekki rosalega mikla líkur á því að maður nái að markaðssetja þetta fyrir fólk í Bretlandi áður en það kemur. Það svolítið að gera þetta á svæðinu. Þess vegna fannst okkur algjörlega nauðsynlegt að vera bara með gott útprentað fjársjóðskort með ílátinu og þannig að það gæti bara staðið algjörlega sér ef fólk gæti ekki reitt sig á þetta. En þetta vonandi algjörlega það sem að koma skal og við munum geta nota þetta í framtíðinni. Ég var full að trúa á því að þessi tæknilegu atriði verði leyst. Og svona lítur þá fjársjóðskortið út. Og ástæðan fyrir þetta á hvolfi að þetta þessu brotið saman. Þetta ekki óvart á hvolfi. Og þarna settum við inn smá upplýsingar það hvernig þetta virkar, þetta ferli, hvað átt að gera til þess að finna og geta búið til þín eigin hannað og búið til þín eigin minnagrip. Og aftan á þessu fjársjóðskorti settum við aðeins konseptið sjálft. Við settum líka hvað í skúffunum, hvaða náttúrusýni þú getur fengið. Og þetta þetta sandur og Skaftá sem svona lífæð svæðisins svolítið og litar okkar daglega líf oft mjög mikið, sérstaklega í kannski válendum veðrum þegar við fáum sandinn yfir okkur. Og það fjallagrös og hreindýramosi, það ullarlagður og það rauðgrýti, það hreint loft og svo mosi. Og það sem við vakti svolítið fyrir okkur þegar við vorum að velja sýnin í skúffurnar var að við vildum náttúrulega sjá til þess að þetta náttúrulega fyrst og fremst það sem við teljum að vera sérkenni okkar svæðis. En við vildum líka svolítið vera að brýna það fyrir fólki að þetta allt náttúrusýni sem við höfum aflað. Bæði þau sjálfbær en svo hefur þeim líka verið safnað með samþykki landeiganda og þeirra sem við á. Og því að við viljum líka koma í veg fyrir það að fólk sé að taka af viðkvæmum svæðum. Og það auðvitað þannig að maður veit alveg að fólk að stinga í vasana eða setja það sem það langar í. Og þetta svona kannski okkar leið líka til þess að vernda svolítið okkar umhverfi fyrir miklum ágangi. Og þetta var vörumerki verkefnisins og á krukkunum. Og svona lítur þá krukkan út þegar við erum búin að setja eitthvað í hana og þetta kortið. Og þarna sjáum við manneskju vera að ná sér í sýni úr skúfunum. Verkefnið orðið hluti að ferðatillögu fyrir skólahópa í Kötlu Jarvangi. Og það var ferðatillaga sem var farið af stað með núna í september og var kynnt. Og íláti fæst á öllum helstu sölustöðum og hótelum á svæðinu. Og þetta okkur þykir mjög vænt þetta verkefni og finnst við hafa lært mjög mikið af því. Og það var rosalega gaman að fara í gegnum þetta skapandi ferli að fara af stað með mjög svo óljósa hugmynd og sjá hana verða að fullunninu vöru. Og það var ekki síst líka bara ánægjulegt að vinna með Hafsteini og Caritas vegna þess að þau voru líka alveg rosalega fagleg, þau héldu vel utan þetta, voru rosalega raunsa í varðandi kostnaðinn og allt þetta sem skiptir okkur auðvitað málið sem eru með svona lítinn fjárhagsramma og bara voru einhvern veginn með notagildið alveg á hreinu, þannig að það var rosalega gott að vinna með þeim. Og okkur finnst þetta verkefni vera svona
Gott dæmi það hvernig ferðaþjónustan og skapandi greinar geta náð vel saman, ekki bara hönnuðirnir heldur líka leikjafyrirtækin og við getum svo innilega skapað meira virði hvort fyrir annað. Hvað ætlaði að segja maður? Já, þetta verkefni líka alveg rosalega gott verkfæri fyrir ferðaþjónustuna á okkar svæði. Nú eru þau komið með vöru í hendurnar til þess að selja þessum skólahópum sem þau ekki áttu áður. Bæði geta þau selt skólahópum það áður en þeir koma, bara leið og þeir panta, eða þegar þeir koma á svæðið. En að lokum segi ég bara hjartanlega velkomin á Kirkjubæjarklaustur í Fjársjóðsleit. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Sandra. Einhverjar spurningar sem þið viljið spyrja hana? Fyrirgefðu, við þurfum að fá þetta í. Nú kemur einhver hlaupandi með mækinn hjá okkur. Já. Getum við keypt þetta verkefni líka hjá ykkur á Klaustustofu? Svo fyrir ferðaskrifstofu fyrirfram. Þetta er nóg að þetta heyrist á netinu. Er hægt að kaupa þetta hjá Visit Klaustur? Fyrirfram. Já, það er hægt. Sævar. Já, góðan daginn, Sævar ég. Kannski ein spurning og hún kemur kannski ljósi ný afstæðan atburð upp í Holuhrauni. Kemur einhverstað fram í kynningarefni að þegar nú erum við að leyfa fólki að taka náttúrulega hluti og það má taka sums staðar úr náttúrunni og annar staðar ekki. Kemur einhverstaðar í kynningarefni hvar þú mátt taka á náttúrunni. Nú eru gullsmiðir farnir að smíða úr Holuhraunshrauni þrátt fyrir að það sé bannað að taka efni úr þjóðgörðum. Þannig að það er svona, ef við erum að leyfa fólki að taka, hvar máttu þá ekki taka? Já, það er reyndar góður punktur og eitthvað sem við þurfum að vinna áfram með og þetta, við hugsuðum mjög mikið þetta þegar við vorum að vinna þetta því þetta er viðkvæmt og við gerðum okkur alveg grein fyrir því. Það sem að kemur fram í okkar kynningarefni að vinsamlegast verið ekki að taka það annar staðar en þarna, því að þarna hafið þið leyfi til þess að taka það. Það er það sem kemur fram hjá okkur. En það er alveg góður punktur að reyna að draga það einhvern veginn betur fram og skýrar. Þá segjum við takk fyrir þetta, Sandra.